Opnaður hefur verið verkefnavefur þar sem hægt að kynna sér vinnslutillögu endurskoðunar aðalskipulags Skagafjarðar. Endurskoðun aðalskipulagsins meðal annars tilkomin vegna sameiningar Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjörður. Kynning vinnslutillögu fram til 20. og 5. apríl. Á kynningatíma vinnslutillögu óskað eftir ábendingum, sjónarmiðum og athugasemdum frá íbúum og öðrum hagsmunaaðilum sem að gagni gætu komið í þeirri skipulagsvinnu sem framundan Ábendingum og athugasemdum skal komið á framfæri á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar. Verkefnavefnum hefur verið skipt upp í kafla. Hægt að skoða greinargerðina og skýrslur með því að smella á viðkomandi kafla. Með því að smella á gildandi aðalskipulag farið á vef Skipulagsstofnunar, þar sem hægt að skoða aðalskipulag gömlu sveitarfélagana. Þau í gildi þangað til búið að samþykkja nýtt aðalskipulag. Óskað eftir ábendingum og athugasemdum frá íbúum og hagsmunaaðilum. Þeim komið á framfæri á vef Skipulagsstofnunar, þar sem einnig hægt að nálgast öll gögn og uppdrætti vinnslutillögunnar. Undir liðnum umsagnir smellt á hnappinn bæta við umsögn til að skrá athugasemdir og ábendingar. Í korta vefsjá hægt að skoða þær tillögur sem lagðar til í þessari vinnslutillögu. Landnotkun skipt upp í flokka þar sem hver flokkur hefur sérstakan lit eða tákn. Með því að smella á skýringar neðst á skjánum kemur upp listi með útskýringum á litum og flokkum. Landnotkun sett fram með punktum, línum, skraferingu eða flákum. Með því að smella á fláka, línu eða punkt á kortinu opnast upplýsingagluggi þar sem fram kemur meðal annars landnotkunarflokkur, heiti, lýsing og sértæk skipulagsákvæði. Landbúnaðarland. Við endurskoðun aðalskipulags ber sveitarfélögum að koma með tillögu að flokkun landbúnaðarlands í sveitarfélaginu. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar flokkun landbúnaðarlands með tilliti til hæfni til ræktunar. Hægt að skoða hvað viðkomandi flokkar þýða og hvernig flokkunin kemur út fyrir Skagafjörð. Landamerki sem birt í vefsjóni koma úr landeignaskrá Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Vegir í náttúru Íslands. Með tilkomu nýrra náttúruverndarlaga orðið skýrt hvernig flokka skal vegi og ökuleiðir utan byggðar, aðrar en þær sem tilheyra þjóðvegakerfinu. Sveitarfélögum ber að kortleggja og skrásetja leiðir samkvæmt útgefnum leiðbeiningum Vegagerðarinnar og Skipulagsstofnunar. Vegagerðin heldur svo utanum og viðheldur þessari skrá og veitir aðgang að henni.